Fundarstjóri og góðir áheyrendur. Tillögur þær sem BNNefnd hefur verið með til meðferðar eru í kringum 70 talsins, það er að segja fjöldi greina. Og við framlagningu inn í áfangaskjal eftir og við framlagningu í áfangaskjal hafa komið fram ýmsar breytingatillögur sem urðu til þess að nefndin hefur endurskoðað fjölda áður kynntra tillagna og þær sem hér fara nú til afgreiðslu inn í áfangaskjal eru inn á 27 ef ég hef talið rétt. Eins og formaður ráðsins sagði þá eru þarna ýmsir kaflar en ég hygg rétt að fara yfir breytingatillögurnar í heild sinni og vera ekki að kaflaskipta þeim í umræðinni nema menn óski sérstaklega eftir því og fundarstjóri tekur þá afstöðu til þess. Ég ætla þá að byrja á kafla sem heitir undirstöður. Þar segir í áfangaskjali nú, ég ætla að lesa þá grein því það eru nokkrar greinar í þessu sem að meira hafa verið ræddar en aðrar og ég hef hugsað mér að lesa þær. Í áfangaskjali nú segir handhafa ríkisvalds: Alþingi fer með löggjafavaldið í umboði þjóðarinnar. Ráðherrar, ríkisstjórn og önnur stjórnvöld fara með framkvæmdavaldið í umboði Alþingis. Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara með dómsvaldið. Forseti Íslands er þjóðhöfðingi lýðveldisins og fer með þau verkefni er stjórnarskrá þessi tilgreinir. Nú það eftir miklar umræður í nefndinni og umsagnir fræðimanna og annara og ábendingar frá félögum okkur í ráðinu ákváðum við að verða að þeim tilmælum að skilgreina forseta Íslands sem hluta af framkvæmdavaldi og hníga mörg rök til þess. Og þess vegna fellum við burt fjórðu málsgrein fyrirgefiði og það er nýr annar málsliður annarrar málsgreinar og greinin hljómar þá svo eftir breytingu: Alþingi fer með löggjafavaldið í umboði þjóðarinnar. Ráðherra, ríkisstjórn og önnur stjórnvöld í umboði Alþingis fara með framkvæmdarvaldið ásamt forseta Íslands. Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara með dómsvaldið. Nú eins og við höfum rætt hér í ráðinu, þá er eitt af markmiðum okkar hér að greina sem best á milli valdþátta og svo ljóst sé hverjir fara með vald og hvaða ábyrgð fylgir því valdi. Þess vegna þótt okkur rétt að hreinsa út orðalag þar sem ljóst væri að þjóðhöfðinginn eða forseti Íslands væri ekki framkvæmdi ekki hluti sem er sagt að hann framkvæmi. Í gildandi stjórnarskrá er hann sagður fara með ýmiss konar vald sem hann lætur ráðherra framkvæma til dæmis. Nú á Íslandi sem er auðvitað lýðveldi og hér er þingræði er ljóst að Alþingi fer með löggjafarvaldi og það er ríkisstjórn sem ber alla megin ábyrgð á stjórnarathöfnum. Við ákváðum samt að forseti yrði talinn upp meðal handhafa framkvæmdavalds ásamt ráðherrum og ríkisstjórn, forseti þjóðkjörinn og hann fer með vald sitt í umboði þjóðarinnar en ekki umboði Alþingis. Í dæmi A í skýrslu stjórnlaganefndar segir að ekki sé ástæða til að tiltaka forseti Íslands fari með löggjafarvaldið ásamt Alþingi. Við tökum undir með stjórnlaganefnd þetta atriði í dæmi A og bendir á að það sé mjög sjaldgæft að forseti sé sagður, eða þjóðhöfðingi sé sagður fara með löggjafarvald í öðrum löndum og þetta sé sjaldgæft í erlendum stjórnarskrám. Jafnvel þótt forseti hafi einhvers konar öryggisventil hlutverk við lagasetningu og hafi til dæmis málskotsrétt. Finnska stjórnarskráin nefnir að forseti hafi framkvæmdavald ásamt ríkisstjórn en hann er ekki nefndur sem handhafi löggjafarvalds. Þessi tillaga okkar er í takt við þær breytingar sem lagðar eru til á stjórnskipun í öðrum greinum og öðrum köflum Alþingi, ráðherra, ríkisstjórn og forseta.
þannig fer Alþingi samkvæmt þessum tillögum 1 með löggjafarvaldið og ráðherrar og ríkisstjórn og önnur stjórnvöld með framkvæmdavaldið í umboði Alþingis samkvæmt þingræðisreglunni ásamt forseta Íslands. Þá nefnum við sérstaklega að Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fari með dómsvaldið. Þá er komið að kafla Alþingi og þá í fyrsta lagi hlutverk Alþingis. Þar smávægileg breyting, við fellum út fyrsta málsliðinn sem segir Alþingi sækir vald sitt til þjóðarinnar. Við fellum þessa setningu út, ekki að því við teljum ekki að Alþingi sæki vald sitt til þjóðarinnar, heldur vegna þess að það tekið fram á öðrum stað í þessari stjórnarskrá og óþarfi að það sé tiltekið aftur. Næsta grein eið þingmanna. Þar höfum við valið að nota orðið eið staf í staðinn fyrir orðsins eiður og segjum því sérhver nýr þingmaður undirritar eiðstaf að stjórnarskráni kosning hans hefur tekin gild. Ég ætla ekki að endurtaka skýringar frá því síðast við tölum þetta. Þær skýringar liggja fyrir. 11. grein flutningur þingmála. Þar kemur ákvæði inn á ný. Það var ekki neitt ákvæði í áfangaskjalinu og það hljómar því svo: Alþingismenn hafa rétt til að flytja frumvörp til laga, tillögur til ályktana og önnur þingmál. Þetta samhljóða dæmi A hjá stjórnlaganefnd. Þá kemur hér grein sem að einnig hefur verið heilmikið rædd. En það grein 12 úr kaflanum Alþingi og hún heitir meðferð lagafrumvarpa. Þar hefur orðalagi verið breytt til muna. Við höfum einnig skipt upp í 2 greinar meðferð þingmála, þar að segja lagafrumvörp nú grein 12 og meðferð þingsályktunar tillagna grein 13. Þannig að það riðlar nokkuð númeringu greinana inn í skjali. En í áfangaskjali nú texti sem talinn var heldur óljós og það væri ekki alveg skýrt hvernig við hugsuðum framlagningu frumvarpa og annarra þingmála og við ræddum þetta mjög ítarlega bæði innan B-nefndar og sömuleiðis á sameiginlegum fundum, opnum fundum og sameiginlegum fundum og höfum komist að niðurstöðu og ég ætla að lesa textan eins og hann var og ég ætla að lesa textan eins og við höfum breytt honum. Í áfangaskjali nú segir: frumvörp og tillögur alþingismanna, skýrslur til Alþingis og frumvarpsdrög og tillögur frá ríkisstjórn tekin til umfjöllunar og meðferðar í þingnefndum áður en þau flutt og rædd á Alþingi. Ekkert lagafrumvarp má samþykkja fyrir en það hefur verið rætt við 3 umræður á Alþingi. Sama á við heimild til fullgildingar þjóðréttarsamnings sem kallar á breytingu á lögum eða af öðrum ástæðum mikilvægur. Tillögur vantraust á ríkisstjórn eða ráðherra ræddar og afgreiddar við 1 umræðu. Þingmál sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla ekki niður fyrr en við lok kjörtímabils. Öðru leyti skal kveðið á meðferð þingmála í lögum. Þarna eins og þið heyrið lagafrumvarp og þingsalyktanir í sömu grein. Þannig að ég ætla að taka 13. grein eins og hún númeruð hér á skjali sem að þið hafi fengið afhent. Og þar stendur þingsalyktanir í áfangaskjali að þetta standi með 12. grein meðferð þingmála. Við gerum ráð fyrir því í nefnd B að þegar mál koma inn í þingið, þar að segja, það var sérstaklega við lagafrumvörp, stjórnarfrumvörp, en þau jú megin uppistaða þingmála á Alþingi, þá komi þau inn í þingnefndir til umræðu fyrst. Og við höfum rætt heilmikið það hvernig þetta ferli eigi að vera, en markmiðið skýrt í okkar huga. Markmiðið það að í stað þess
að mælt sé fyrir frumvarpi strax í ræðustóla Alþingi og menn farið þar í hefðbundnar skotgrafir í pólitískum átökum í rauninni áður en þeir hafa fengið almennilega umfjöllun frumvarpið, þá fari frumvarpið fyrst inn í viðeigandi þingnefnd og það gætu verið þannig 2 þingnefndir eða oftar 1 þingnefnd. Hugsunin með þessu, eins og ég sagði, markmið alveg skýrt, það að stjórnarandstaða komi að málum fyrr heldur en nú Við erum með þetta fordæmi fyrir þessu, við erum ekki að finna upp hjólið, en það má segja að þetta sé tilraun í stjórnarskrá, ekki tilraun en þetta sé fyrirsögn í stjórnarskrá bætt vinnubrögð á þingi og að þingið verði frekar þar sem kallað vinnuþing heldur en átakaþing. Auðvitað getur maður ekki breytt gamalgrónum siðum með stjórnarskrá, en við trúum því að það sé hægt að hafa áhrif á vinnubrögð og hvernig staðið að frumvarpa umræðu á Alþingi með þessum hætti. Það eru fyrirmyndir af þessu eins og ég sagði og ekki að sjá annað en að slíkt gangi mjög vel upp. Við gerum því ráð fyrir því að lagafrumvörp bæði frá þingmönnum og ríkisstjórn og þorrinn hefðbundið frá ríkisstjórn séu lögð fram á þingi án umræðu. Og þá það þingforseti sem þingtekur málið og vísar því til nefndar. En við gerum ekki í þessum tillögum ráð fyrir framsögu frumvarp á því stigi. Auðvitað vaxandi áhersla á það í stjórnarráðinu að frumvarp séu vel unnin og þeim fylgi umsagnir kostnað og áhrif á aðra þætti heldur frumvörpin endilega fjalla og það mjög virðingaverð viðleitni í gangi þar sem við höfum heyrt af og fengið rætt inn á okkar fundi hjá gestum. En það breytir því ekki að aðkoma minnihluta þingmanna verður betur tryggð með þessum hætti og meðferð þeirra og meðhöndlun og umfjöllun frumvörp þess vegna ábyrgari heldur en ef málið dettur af himnum ofan og í ræðustóla á Alþingi og menn hafa ekki haft tækifæri til að kynna sér frumvörpin með vönduðum hætti. Með þessu ákvæði meðferð lagafrumvarpa teljum við að sé leið til þess að bæta úr slíku. Og allt skiptir þetta máli af því að við viljum auðvitað lagasetning sé eins vönduð og hægt og helst að það sé sem mest samstaða og samvinna á Alþingi þær tillögur sem þar eru og frumvörp sem þar eru afgreidd. Auðvitað kemur svona ákvæði ekki í veg fyrir pólitísk átök á Alþingi, það bara allt annað mál. En að vanda vinnubrögðin og að reyna að leiða saman hesta sína og að reyna að vinna saman æskilegt markmið.